fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert ári sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveiktir brosið, fannstu fuglana, eldinn atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja
Núna heyrist ég, já, ég kveikti á gangráðunum fyrir kortið. Ég ekki með gangráð. En innilega velkomin í guðsþjónustu hér í Lindakirkju og ég vil sérstaklega bjóða velkomna bræður í 3 frímúrarastúkum sem eru Gimli, Edda og Lilja. Og 3 þeirra munu bæði þjóna hér aðeins hér í upphafi við upphafsbænina og lesa ritningarlestra. Það er okkur sérstök ánægja að fá okkur til okkar og í þeirra boði fáum við kleinur hér eftir í kirkjukaffinu og svo er ykkur velkomið að koma. Það var óskað eftir því að ég segði aðeins frá starfinu hérna í kirkjunni og sögu hennar og byggingunni og svoleiðis og það verður hérna inn í sal eftir kaffið og ykkur er velkomið að koma og hlusta á það. En já, Kór Lindakirkju hóf þessa messu með miklu krafti og þetta er fólk sem er búið að syngja núna í 9 fermingarmessum á 16 dögum. Já, á 16 dögum hafa þau sungið í 9 fermingarmessum og voru að syngja síðast bara í dag og eru mætt hérna aftur í kvöld. Ekkert gefið eftir og að sjálfsögðu munu að syngja Guði dýrð á páskadag. Þá fáið þau hingað næst og kannski fái ég aðeins, Guðbjörg, að segja frá, ef þú setur glærurnar núna, frá dagskráni framundan. Á skírdag, þá ætlum við aðeins að brydda upp á smá nýjung. Við ætlum að bjóða upp á svona samfélagsmáltíð hérna fram í forkirkjunni og notum kapelluna líka til þess. Þá verður, eins og við sjáum, pizzahlaðborð og það er boðið upp á sérstaka skýrdagspítsu sem er hægt að lesa betur á heimasíðunni. Og það kostar aðeins 1000 kall á mann en að sjálfsögðu frjáls framlög ef að þið viljið leggja eitthvað meira af mörkum og ef það verður einhver afgangur þá rennur það í líknarsjóð Lindakirkju. En svo klukkutíma síðar þá verðum við með alltælsgöngu hér inn í kirkjunni og viðeigandi helgistund sem og Óskar mun leiða tónlistina þar og einhverjir félagar og kór Lindakirkju syngja fyrir. Á föstudaginn langa þá verður aftur helgistund hér klukkan 20 og þá mun hann Hjalti Jón Sverrisson fangaprestur flytja hugvekju. Við heyrum píslasöguna lesna og Ragnheiður Gröndal og Guðmundur Pétursson sjá tónlistina. Þannig að verið innilega velkomin á þessa stundir og svo er það páskadagurinn klukkan 9 er páskamessa og Kór Lindakirkju mætir hér alveg galvaskur að morgni dags og sér að Guðni Már mun þjóna og ég bendi á að það er hefð hérna eins og í mörgum öðrum kirkjum að það er morgunmatur eftir messu og velkomið að leggja eitthvað til á morgunverðarborðið ef þess er óskað. Og sumir, ég verð að segja að það er alveg ótrúlegur metnaður í því sem að fólk kemur með oft á morgunverðarborðið á páskadag. Klukkan 11 er sunnudagaskólinn á sínum stað og sem að endar á einhverju páskaeggjaleiti og húllumhægi. Þá er ég búinn að koma því frá mér og þá er komið að því að við skulum signa okkur og ég ætla að biðja Sævar að koma hérna upp og leiða okkur í upphafsbæninni. Við signum okkur fyrst og segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni. Skapara himins og jarðar. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú, Drottinn Jesú, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú löggjöf mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna
trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og lífheyrni. Bæn er það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Þá skulum við biðja saman miskunnarbænina. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Tökum vel undir í bljúgri bæn. Það er sjálfsagt komin heil meðganga síðan hann Sævar hafði samband við mig upp á að þegar félagarnir fengi að koma til mín til okkar hér í þessa messu á boðunardegi Maríu og við uppbóðstum það að það bæri upp á þennan dag. En svona þegar maður hefur mikið fyrirvara þá áttar maður sig ekki alveg á öllu. Þennan sunnudag ber upp og í dag þetta pálmasunnudagur líka. Þá minnumst við þess þegar Jesús hóf innreið sína í Jerúsalem og fólkið veifaði pálmagreinunum og söng Hósanna syni Davíðs. Þetta pálmasunnudagur í rauninni gleðilegur sorgardagur og sorglegur gleðidagur. Það var gleði yfir fólkinu sem að örfáum dögum síðar eftir að hafa sungið Hósanna hrópaði krossfestu. En boðunardagur Maríu hins vegar 25. mars. Hann var því á miðvikudaginn og akkurat 9 mánuðum fyrir jól, sem sagt ein meðganga. Og vegna þess að þetta svona akkurat í miðri viku, þá leyfum við okkur það bara að minnast boðunar Maríu á þessum degi og þið takið eflaust eftir því það svolítið sérstakt við boðunardag Maríu á miðri föstu þar sem að fjólublái liturinn ræður ríkjum í raun og veru kirkjuliturinn, þá erum við með hvítt bara eins og jólunum. Það má eiginlega segja að þetta séu litlu jólin.
Jólin eru nýliðin og boðunardagur Maríu minnir okkur á þetta undur að Guð skyldi færast í heiminn sem maður og við fáum að heyra texta í dag sem minnir okkur á það. En áður þá skulum við syngja þennan dásamlega sálm Sigurbjörns Einarssonar, Fræ í frosti sefur, sem minnir okkur einmitt á þessa baráttu fræsins sem að lifnar að vori eftir erfiðan vetur rétt og sigrar í rauninni eigin dauða þannig, og það er gott að hugleiða það frammi fyrir upprisuhátíðinni sem við eigum í vændum. Þá vil ég biðja þá Pétur Örn og Rúnar að koma til okkur og lesa fyrir okkur ritningarlestra þessa dag sem er eins og áður hefur komið fram
boðanadagum Maríu. Gjörðu svo vel. Ég les lofsöng Hönnu úr fyrri Samúelsbók, 2. kafla. Hanna bað og sagði: Hjarta mitt fagnar í drottni, horn mitt er upphafið af drottni. Ég hlæ að fjandmönnum mínum því að ég gleðst yfir hjálp þinni. Enginn er heilagur sem drottinn, enginn er til nema þú. Enginn er klettur sem Guð vor, hreykið yður ekki í orðum, sleppið engum stórirðum af vörum, því að drottinn er vitur Guð, hann metur verkin. Bogi kappanna er brotinn, en örmagna menn girðast styrkleika. Saddir selja sig fyrir brauð, en hungraðir þurfa þess ekki. Óbyrja elur 7 börn, en barnmörg móðir visnar. Drottinn deyðir og lífgar, sendir menn til heljar og leiðir þá upp þaðan. Drottinn sviptir menn eigum og auðgar þá. Hann niðurlægir og upphefur. Hann lyftir hinum auma úr duftinu og hefur hinn snauða úr skarninu. Leiðir hann til sætis hjá höfðingjum og skipar honum í öndvegi. Stoðir jarðar eru eign drottins, á þeim reisti hann heiminn. Hann ver fætur sinna réttlátu en ranglátir þagna í myrkrinu, því að enginn er máttugur af eigin afli. Drottinn kremur þá sem rísa gegn honum. Hinn hæsti sendir þrumur af himni gegn þeim. Drottinn dæmir alla jörðina, hann eflir konung sinn að mætti og hefur upp horn síns smurða. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins. Það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugsmanns gegn syndinni að dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætiskröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
vil ég bjóða okkur að rísa á fætur. Við skulum heyra heilagt guðspjall sem er lofsöngur Maríu, en ég ætli nokkrum orðum að fara yfir aðdraganda þessa lofsöngs. Guð sendi Gabriel engil til borgar í Galileu, Nasaret, þar sem María bjó. Hún var þá kærastan hans Jósefs. Engillinn kom til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náða Guðs, Drottinn er með þér. María var hrædd við þessu orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Þá fékk hún að vita að hún myndi verða þunguð og son ala, og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans, og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og ríki hans mun enginn endir verða. Þá spurði María: Hvernig má þetta verða? Ég hef ekki karlmanns kennt. Og engillinn sagði: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig. Þess vegna verður barnið heilagur og heilagur sonur Guðs. Þá sagði María: Verði mér eftir orðum þínum, og engillinn fór burt frá henni. Þá heyrum við lofsöng Maríu. María sagði: Önd mín lofar Drottinn, og andi minn gleðst í Guði, frelsara mínum. Því hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar. Héðan af munu allar kynslóðir mig sæla segja, því að mikla hluti hefur hinn voldugi við mig gert, og heilagt er nafn hans. Miskunn hans við þá er óttast hann vari frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum, og drembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli, og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum, en látið ríka tómhenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskunnar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn, eins og hann hét feðrum vorum, Abraham og niðjum hans eilíflega. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lofsið þér, Kristur. Við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélaga heilagra, fyrirgefningu syndana, upprís mannsins og eilíft líf. Amen. Ska byrta
sonur þinn, hann sigurkransinn væri. María, vissir þú að lífið sjálft og sannleikurinn væri? Vissir þú að ríki hans það yrði eilíft hér, að aldrei myndu gleymast orðin hans. María, vissir þú? Sigurður Ingimarsson og Kór Lindakirkju. Þetta var eiginlega alveg nógu þessi predikun, þetta lag. Þetta er bara svo stórkostlega áhrifamikið og fallegt og gefur okkur margt til að hugsa um. En náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. María, vissir þú? Já, hún var bara ung, saklaus stúlka og svo skella á henni þessar undarlegu fréttir sem hún meðtekur og segir meðtekur það að verði Guð að sínum vilja. Kallar sig ambátt. Mörgum okkur þykir þessi saga auðvitað vera framandi og undarleg, en í raun og veru er hún afskaplega einföld. Þetta kannski stendur okkur nær í hversdeginum heldur en okkur finnst það kannski. Guð nefnilega mætir okkur líka í miðjum verkefnum dagsins þó það sé ekki með þessum hætti og Maríu forðum. Fyrstu orð engilsins til hennar voru þessi: vertu óhrædd, María, þú hefur fundið náð hjá Guði. Og það er einmitt náðin sem er kjarninn. María var ekki valin endilega vegna, örugglega var hún alveg frábær stelpa, en hún skar sig ekkert úr fjöldanum og var bara ósköp venjuleg ung stúlka. En Guð valdi hana og til að sýna henni náð. Og í þessu megum við spegla okkur, þessa náð er okkur öllum gefin fyrir barnið sem hún bar undir belti. María var undrandi fyrst. Hvernig má þetta verða? Og það er hollt að spyrja Guð spurninga þegar við mætum ýmsum hindrunum á vegi okkar og spurningum lífsins. Andvarpa til Guðs. Hún skildi ekki allt, en hún treysti þeim sem talaði. Eins og ég nefndi, þá er boðunardagurinn í raun eins og litlu jólin á páskaföstunni. Minnir okkur á að Guð gerðist maður til að deila kjörum með okkur. Það er nú sem við á þessum litlu jólum sem við jafnframt horfum til krossins. Það er bara vika í uppreisuhátíðina. Við horfum til vonaglætu ljósins. Já, María, vissir þú? Eflaust vissi hún ekki
allt þetta sem hún ætti til að gangi gegnum. Ekki nóg með bara meðgönguna og allt í kringum það og öllu vandræðin sem við heyrum á jólunum í kringum fæðingunni í Betlehem, heldur sársaukinn sem hún gekk í gegnum með það að þetta hlutverk sem að syninu var ætlað. Ekki sá hún fyrir þegar hún stóð við kross hans og horfði upp og Jóhannes, sem segir frá því sjálfur í Jóhannes Guðspjalli og kallar sig lærisveinin sem hann elskaði, hann segir, þegar Jesús segir við Maríu á krossinum, kona, nú hann sonur þinn. Og hann segir við Jóhannes, nú hún móðir þín. María bendir alltaf til Jesú. Heilverð þú sem nýtur náða Guðs, í gömlu þýðingum talað sæl og það hefur verið orðað þannig að María var ekki sæl fyrir það að hún bar Jesú undir belti, heldur vegna þess að hún átti hann í hjartanu. Engillinn bankaði upp á hjá henni. Það er ekkert á hverjum degi sem engill bankar upp á hjá okkur bókstaflega, en stundum líður manni þannig því að undur einhvern veginn gerast og maður er svo, það kemur svo oft fyrir að maður er alveg undrandi á því sem ber við og maður getur ekki skýrt svo margt öðruvísi en fyrir handleiðslu og tilverknað Guðs í lífinu. Það þarf ekki að vera eitthvað stórkostlegt, þetta er ekki alltaf einhver flugeldasýning. Boðunardagurinn, hann snýst nefnilega ekki bara þessa sögu sem gerðist fyrir meira en 2000 ára síðan, heldur í rauninni hvernig við tökum á móti Guði, á móti Kristi í okkar eigin líf og leyfum kærleika hans að fæðast í verkum okkar. Því hvað gagnast að Jesús hafi fæðst í Betlehem fyrir mörgum árum ef hann fæðist ekki í hjarta okkar, í sálu okkar. Þetta var lítil stúlka, ung stúlka í litlu þorpi og þessir atburðir breyttu heiminum, gjörsamlega. Og það þarf oft ekkert mikið til að hafa mikil áhrif. Það var maður sem hét Edward Kimball, hann var sunnudagaskólakennari í Boston. Þetta var í kringum 1854, þá fann hann hjá sig hvöt til þess að tala við ungan dreng sem hann kannaðist við og var að vinna í skóbúð. Og hann vildi segja honum frá Jesú og hann var svona hálf vandræðalegur og hann bara fann hjá sig hvöt til hann vildi að tala við piltinn og þetta hafði tilætluð áhrif, hann hlustaði og tók hann alvarlega og tók trú. Og þessi maður hét Dwight L. Moody, það er að segja skósölustrákurinn og var magnaðasti predikari 19. aldar, hafði mikil áhrif og í raun og veru má segja að ef við hoppum yfir þarna nokkra ættliði þá var það fyrir hans orð að til dæmis Billy Graham komst til trúar líka. Þannig að þessi sunnudagaskólakennari sá ekki alla þá flóðbylgju sem hann setti af stað með því að vitna fyrir Dwight L. Moody á sínum tíma. Þetta er kannski ekki verkefni sem að detta upp í hendurnar okkur heldur. En við getum alltaf gert okkar. Ég las einu svona fallega frásögu af konu sem var sótt í kirkju en fannst hún einhvern veginn ekki hafa mikið að gefa en hún ákvað að koma alltaf vel fram við fólk og segja hlýleg orð við það á hverjum degi. Til dæmis þegar hún tók strætó á morgnana í vinnuna þá var alltaf sami strætóbílstjórinn sem hún heilsaði á hverjum degi og hann var svolítið svona dapur fannst henni og hún ákvaði að brosa til hans og segja við hann: Njóttu dagsins og Guð blessi þig.
Og hún gerði þetta mjög lengi og hugsaði ekkert meira um það, en fannst þetta bara að vera eitthvað, ég get allavega gert þetta. Svo löngu seinna þá hún að fara út úr vagninum og það var engin annar farþegi og bílstjórinn kallaði á hann og sagði, mig langar til að segja þér, þegar þú byrjaðir að koma hérna í vagnin fyrir 2 ára síðan, þá var allt í kalda kóli hjá mér og ég var að gefast upp á öllu. En á hverju morgni varst það þú sem varst eina manneskjan sem leit í augun á mér og minnti mig á að ég verið dýrmætur. Og þessi litla kveðja sem ég fékk frá þér á hverju morgni, hún hélt mig gangandi í gegnum mína erfiðleika. Við þurfum ekkert að leggja, það einmitt svona hversdagslegir hlutir sem að geta breytt svo miklu. Já, á svipaðan hátt og María litla í Nasaret, þá vitum við sjaldnast hvaða áhrif okkar litla já hefur á fólkið í kringum okkur. Boðunardagurinn ekki bara saga fortíð, heldur loforð að Guð að vinna í hinu hljóða í hjörtum okkar allra, þar sem enginn sér. Við getum öll tekið þátt í að frelsa heiminn. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Þá ætlar kórinn að flytja stórkostlega flott gospelnúmer eftir hann Richard Smallwood sem að lést núna nýlega og við íslenskan texta.
Ég sá strax eftir því að hafa ekki klifrað upp í kórinn og sungið með eins og ég gerist, ég syng með kórnum en að því að það svo ótrúlegur, það gefur manni svo mikið að syngja þetta lag og þetta svona, ég myndi segja þetta sé svona brennið þið vita gospelsins, maður bara finnur ykkur, bara hríslast sig. Nú komið að bænastund og hún fer þannig fram hjá okkur að við syngjum bænasöng við krossin, hún Sólveig ætlar að leiða okkur í því og hérna til hliðar svona bænaaltari, svona kertaaltari, þar sem kjörið að kveikja á ljósi fyrir ef það eitthvað bænaefni sem hvílir á hjart okkar og skrifa jafnframt bænaefni, það þetta ljós út í horni og hægt að skrifa á miða og setja í rauf þarna í kertaaltarið og það beðið fyrir þessu bænaefnum alltaf á 50-dagsmorgnum hérna klukkan 9 þá trúfastur hópur sem kemur saman og þegar ég segi trúfastur hópur þá virkar það eins og einhver loka mengi en það það alls ekki, þeir eru öll velkomin að taka þátt í bænastund hér á 50-dagsmorgnum og ég hvet ykkur til þess að fela Guði eitthvað sem ykkur mikilvægt og eiga bara persónulega stund frammi fyrir Guði núna á þessari bænastund þegar söngurinn hefur verið sunginn þá ljúkum við stundinni saman, ég leiði bænina og svo biðjum við saman Faðir vor og þannig að við skulum eiga núna persónulega stund frammi fyrir Guði. Og sér
Drottinn, við þökkum fyrir það að þú sem þekkir okkur best, elskar okkur mest. Þú mætir okkur. Gefðu okkur náð til að þykja það að fá að vera börnin þín og þykja þína útréttu hönd á hverjum degi. Ég bið að blessa þeir bænir sem að bænar hafa verið hér í kvöld. Þú þekkir okkur hvert og eitt og hvers við þörfumst með og við biðum að mæta okkur í þörfum okkar og gefa okkur líka hugrekki til að bæði standa með okkur sjálfum og standa með náung okkar. Þakka þér fyrir að við getum falið þér alla hluti. Þá sem okkur þykja svo lítilmótlegir að við okkur finnst nánast skrítið að nefna það og eins það sem svo stórt í hug okkar að það er jafnvel óviðráðanlegt. Alla hluti getum við falið þér í trausti þess að þú munir vel fyrir sjá. Og okkur sjálf felum við þér þau sem við elskum og við biðjum líka að blessa þau sem okkur eru mótdræg. Og allt felum við í bæninu sem að þú kenndir og biðjum saman einum rómi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá skulum við rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Það er velkomið að standa áfram og nú ætlar kórinn að leiða okkur í Oh Happy Day. Það er ekki gott að standa kjör allavega. Nei. Áður við flytjum að lag, þá finnst mér að gefa henni Sólveig og glatt fyrir lagið. Ég er bara frábært. Ég ætla að kveikja á Sigga líka frænda hérna. Siggi mín, ertu komin? Nei. Það er hinn. Þetta er hann Siggi, við erum frændur. Tveir. Já. Ok. Eru klárið í dag? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When my Jesus
Og svo allir með. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, já. Oh, happy day. 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 Halleluja! Og kirkjan sagði. Amen. Og kirkjan sagði. Amen. Og hún sagði. Amen. Ég skal hætta þessu núna. Þetta var gott hjá þér. Vá, þetta var svakalegt. Óskar, ég sá að þú varst alveg búinn að gleyma að þú varst í mjammaðgerð. En förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.